Okay, happy Sabbath again, everyone. Góðan dag og gleðilegan hvíladag. I hope you enjoyed your lesson. I hope it was fruitful. Vonandi hafið notið leksjunar. I would like to welcome you to our divine service. Nú munum við hefja guðsþjónustuna hjá okkur. I hope we enjoy the message that we received today and that it may encourage us in our lives and in the coming week. Að það með vera uppörvandi fyrir okkur og ganga með okkur í gegnum vikuna. Sá andi sem í leksjunni eða í guðsþjónustunni hjá okkur. Just again, another welcome to our visitors, if we have any that have arrived in the hour that has passed. Við bjóða líka gesti velkomin til okkar. If the visitors could stand up so that we can see them. Ef það ykkur sem nýir, gjörðu svo vel og standið á fætur, við getum séð ykkur. Look at it. Yeah, you see. We welcome you and thank you for coming to worship with us. Hjartanlega velkomin og við þakkum ykkur fyrir að koma og vera með okkur. Okay, so some announcements. Og það eru hér upplýsingar. The thrift store is open on Tuesdays and Thursdays from 2 to 6. Búðina hjá okkur sem opin á þriðjudögum og fimmtudögum frá 2 til 6. We also have prayer meetings on Tuesdays at 12. Bænastund á þriðjudögum klukkan 12. And on Tuesdays as well, we have a soup kitchen that starts from 6 to 8. Svo súpustofan sem frá 6 til 8 á þriðjudögum líka. The pastor also has a few other announcements he would like to make as well. Svo aðrar sem presturinn mun koma hér og hafa nokkrar upplýsingar fyrir okkur. Yes, I have the announcement to make that we have received a letter of membership transfer. Það komið hér til okkar bréf ósk að flytja safnaðarbréfið sitt hér til Reykjavíkur. And this is actually for James. Og málið að þetta fyrir James. So as it is in our church, just announce it and we will vote it next time. Eins og þetta í kirkjunni hjá okkur, þá fyrst lesið upp og svo greiðum atkvæði næst. And we are happy to have you, James, and your dear wife and son. Við erum svo þakklátt fyrir að þú ert hér hjá okkur og kona þín. Yes, and we are looking forward to receiving some more letters, so we need to pray for them, for the doves to fly faster. Og við hlakka til að fá fleiri bréf til okkar. Okay, thank you, Pastor. Þakkaði fyrir. So now we'll open our service with an inspirational message from Lanny. Og nú munum við hafa hér uppörvandi boðskap frá Lanny. When life's storms seems overwhelming, cling to what is unshakable, God's word. Þegar það eru erfiðleikar í heiminum, þá skulum við halda okkur fast við orð Drottins. Today I want to read a passage of scripture that the Lord has been encouraging my heart with. Og mér langar til að lesa nokkur vers sem eru svona uppörvandi vers. Specifically over the last couple of weeks. Og ég hef verið að íhuga þetta síðastliðin 2 vikur. God has a promise in Isaiah 40 verses 28 to 31. Það stórkostlegt lofar sem við finnum í Jesaja í 40. kafla 28. I want to read. Have you never heard? Have you never understood? The Lord is the everlasting God, the creator of all the earth. He never grows weak or weary. No one can measure the depths of his understanding. He gives power to the weak and strength to the powerless. Even youths will become weak and tired, and young men will fall in exhaustion. But those who trust in the Lord will find new strength. They will soar high on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not faint. Hér stendur, veistu þá ekki, hefur þú ekki heyrt? Drottinn eilífur Guð, skapað hefur endimark jarðarinnar. Hann þreytist ekki,
Hann lýgist ekki, speki hans órannsakanleg. Hann veitir kraft hinum þreytta og gnóan styrk hinum þróttlausa. Ungir menn þreytast og lýjast og æskumenn hníga, en þeir sem vona á Drottin fá nýjan kraft. Þeir fljúga upp á vængjum sem ernir, þeir hlaupa og lýjast ekki, þeir ganga og þreytast ekki. The passage reminds each of us that God is with us. He strengthens and he never abandons us. Og No. Guð, hann leiðir okkur áfram og þetta uppörvar okkur og minnir okkur á það sem Drottin gerir fyrir okkur. No matter how dark the skies may get, remember this, we are never alone. Sama hvað gerist, þá gleymum því aldrei, við erum aldrei ein. Hold on, be still, trust him. Að vona áfram og treysta honum. Let our hearts rest in his presence. Og við skulum hvíla í nærveru Drottins. Let's all sing together, Blessed Assurance, hymn number 362. Og syngjum sálminn, næsta sálm, númer dýrmæta vissa, númer 362. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. Heir of salvation, purchase of God, born of his Spirit, washed in his blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, perfect delight, visions of rapture burst on my sight. Angels ascending bring from above echoes of mercy, whispers of love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, all is at rest. I in my Savior am happy and blessed, watching and waiting, looking above, filled with his goodness, lost in his love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Let us pray. Við skulum biðja saman. Dear Lord, we have sang about your grace. Drottin, við höfum sungið náð þína And this is the reason we have come today. og þetta ástæðan fyrir því við komum hér saman í dag And we ask your presence here among us. og við biðjum þess að þú sért hér nálægur okkur.
And please lift up our hearts og þú lyftir upp hjörtum okkar and guide our hearts og leiðir þau to the way you want to lead us. þá leið sem þú vilt leið okkur. We pray that in Jesus' name. Þess byggjum við í Jesu nafni. Amen. Amen. Okay. Now we move on to our church offering. This is, Við tökum upp gjafir í kirkjun okkar. this is just a reminder for the church offering. You can there's a machine you can swipe or transfer at the end of the service, just in the hall there. Og við bara minna okkur á þegar við gerum það þegar við tökum upp gjafir þegar við göngum út úr kirkjunni hér á eftir. And if you can see on the slide up there, the red bag is for ministry work and work of this church. Og því sjáum við hérna uppi að rauðu pokarnir það eru fyrir safnaðarstarfið The brown bag is for mission work around the world. og svo brúnu fyrir boðunarstarf á hvíldarskóla gjafir. And this is if you're trying to give a gift as your offering. Og þetta ef þið óskið þess að gefa gjöf. And like I Yeah. mentioned before, if you're going to give, if you're going to swipe with a card to give your offering, Og eins og við nefndum áðan að við viljum bara gefa í gegnum posa please write the purpose of the gift on the receipt. og þá og það gott að nefna það í hérna kvittunni hvaða sem þú vilt leggja á mörkum fyrir hvaða verkefni. Okay. But so now I would like to pray for the offering. Við skulum þá biðja fyrir gjöfunum. Let us pray. Við skulum biðja. Our loving Father, Himneski Faðir, we thank you for the gift of salvation through Jesus Christ. þakkum þér fyrir gjöfina sem þú gafst okkur í frelsun í Jesú Kristi. As we turn our eyes upon Jesus, Við lítum til hans we ask you to receive this offering as worship and our thanks. og við biðjum þig að taka við þeim gjöfum sem hér eru lagðar fram sem fórn. We ask that you bless it for the work of our church, Við biðjum þig að blessa starf kirkjunar so that hope is shared, og það von sem við eigum í þér burdens are lifted, og að byrðum lyft and hearts are prepared for your soon coming. og hjörtu undirbúin undir þína bráðu komu. Bless all who have come to worship you with you Biðjum today. fyrir öllum sem hér eru komnir til þess að tilbiðja þig In Jesus' name, í nafni Jesú. amen. Amen. Okay, next we have another inspirational passage by Jenny. Nú munum við lesa aftur uppörfunar boðskap. I will be reading in Psalms 37, verses 3 to 5. Trust in the Lord and do good. Trust in the Lord and do good. Dwell in the land and cultivate faithfulness. Delight yourself in the Lord, and He will give you the desires of your heart. Commit your way to the Lord. Trust also in Him, and He will do it. Við erum að lesa úr Sálmi 37 að 3. vers. Treyst drottni og gjör gott, búð þú í landinu og iðka réttlæti. Þá munt þú gleðjast yfir drottni og hann mun veita þér það sem hjarta þitt girnist. Fel drottni vegu þína og treystu honum og hann mun vel fyrir sjá. Today, let us take a moment to breathe in His love. Við tökum augnablik hér bara til þess að draga andan og skynja kærleika Guðs To rest in His presence og að hvíla í nærveru hans and to trust that every single second of our life og vera viss að hverja sekundu lífs okkar is held in the hands of the one who cannot stop loving us. að þá haldið í hendi hans sem getur ekki hætt að elska okkur God's heart is tender toward you and me. og hjarta Guðs bljúgt og opið fyrir þér og mér. He sees our struggles and hears our prayers.
Hann sér það vandræði sem við glímum við og hlustar og heyrir í bænir okkar. Jesus is the key to true happiness. Og Jesús lykillinn að sannri hamingju. What are we waiting for? Hverju erum við að bíða eftir? No time to lose, Það ekki neitt tími sem við getum mist, but instead, en í stað þess let us give everything to Jesus now. veitum Jesú alla hluti núna. And we can say, Og við getum sagt, all to Jesus I surrender. við gefum þér alla hluti, Jesús. I surrender all. Ég legg allt á fótum þér. All to thee, my blessed Savior, I surrender all. Allt gef ég þér, drottin minn. Ég gef alla hluti. So let us sing hymn number 331, I surrender all. Syngjum þennan sálm í númer 331. Aldrei Jesus glaðu gef ég, gef þar allt sem hef ég til. Þér að þreytast, þig að elska, þér ég lifa ætíð fyll. Allt ég glaður gef, allt ég glaður gef, að þér Jesus góði gef ég, að þér glaður gef, að þér Jesus glaður gef ég, Guð minn bjúgur kryf þér hjá, þér að hjarta herra vef mig, heimsins dali leitand frá. Allt ég glaður gef, allt ég glaður gef, að þér Jesus góði gef ég, að þér glaður gef, að þér Jesus glaður gef ég, gef mér sannleiksanda þinn, svo ég allur eig þinn verði, eig minn þú og vinur minn. Allt ég glaður gef, allt ég glaður gef, að þér Jesus góði gef ég, að þér glaður gef. Okay, and now we'll have a scripture reading by Logi. Nú mun vera resið úr ritningunni og það er Logi sem les. Já, Jesus sneri sig við og mælti til Péturs: Vík frá mér, Satan, þú ert mér til ásteytingar. Þú hugsar ekki það sem Guðs heldur það sem manna Þá mælti Jesus við lærisveina sína: Hver sem vill fylgja mér afneiti sjálfan sér og taki krossinn og fylgi mér. Því að hver sem vill bjarga lífi sínu mun týna því. Okay, so now we'll be moving into the section where we'll be preparing for our sermon. We'll start with a prayer by Eric. Við skulum biðja saman. Himneski Faðir, við komum fram fyrir augliti þitt hér í dag. Það þakka þér, Drottinn, fyrir alla þá hluti sem þú sannfærir okkur og við þurfum einskis að óttast. Ef við getum hvílst í þér, þá fáum við alla hluti frá þér í miklum mæli, margfalt.
Drottinn, við lofum þig fyrir þá undursamlegu gjöf sem þú hefur gefið okkur, þá undursamlegu uppörfum sem við fáum frá þér og þá undursamlegu það traust og öryggi sem við eigum í þér. Við þurfum á því að halda umfram allt kannski á okkar tímum, þar sem við lítum í þennan heim sem óöryggan og ótryggan að mörgu leyti, en við þurfum einskis að óttast því að í þér eigum við fullkomið öryggi og fullkomna hvíld og Drottinn, hjá þér réttlæti. Drottinn, við biðjum fyrir þeim sérstaklega sem þurfa á þér að halda leiðsögn og uppörfun, þeir sem eru glíma við veikindi, hafa fengið kannski dóm að eitthvað slæmt hefur tekið sig upp að nýju í lífi þeirra í sambandi við sjúkdóm eða á einn annan hátt. Drottinn, vilt þú vera hjá þeim og vilt þú styrkja þá einstaklinga alveg sérstaklega og ganga með þeim. Við verðum með þeim sem hafa mist ástvin og sem syrgja og vilt þú vera þar og hugga og hjálpa, Drottinn. Við lofum þig fyrir það að þú ert með okkur ávallt og leiðir og styrkir. Drottinn, við bara áköllum þig og þú komir til okkar og við fáum að ganga með þér götuna og til þess að vera til blessunar öðrum hvar sem við komum og hvar sem við erum, að það sem við komum að við fáum að skína, ekki að því að við í okkur sjálfum eigum eitthvað til sem ljós sem getur leiðbeint öðrum, en gegnum þig, Drottinn Jesús Kristur, að þá getum við fengið að stíga fram og uppörfa og leiða aðra til þín. Við lofum þig, Drottinn, og biðjum þess að þú komi brátt aftur í skýjum himins eins og þú lofað. Lofum þig fyrir þá huggun og uppörfun sem við eigum í þér, í Jesú nafni. Amen. Amen. Okay, now we'll be moving to the sermon, but just before that, we'll have a special message in song by Venice and Amber. Venice og Amber ætla nú að syngja fyrir okkur. Gjörðu svo vel. Why have you chosen me out of millions, your child to be? You know all the wrongs that I've done. Oh, how could you pardon me? Forgive my iniquities, to save me, give Jesus.
could love me so. He's willing and wanting to bless. His love is so wonderful, His mercy so bountiful. I can't understand it, I confess. But Lord, help me be what you want me to be. Your words I will strive to obey. My life I now give for you. I will live and walk by your side all the way, and walk by your side all the way. Before we go to talk about sermon, Áður en við byrjum á ræðinni. we have two important things today. Það tvennt mikilvægt sem við þurfum að gera. And one of them is that Pastor Erik, Númer 1 að ég, a year ago we celebrated Pastor Erik and Laila being here for 40 years. fyrir Working in árið síðan Iceland. þá var það nefnt, ég veit ekki hvað ég að þýða hérna. It was actually 20. But we have not noted that yet, but Erik kind of finalized his phasing into retirement in the end of last year. Svo var það nefnt, það má nefna það að ég fór á eftirlaun. It was happening núna in bara a few steps. áramótin. Endanlega, sorry. It was happening in a few steps. Og það gerðist þetta við svona verið að höggva skottið af hundinum í smá þrepum. But we say better late than ever. Já, það gerði. I would say that better late than ever. Það betra seint en aldrei. We wanted to kind of mark that and leave you these beautiful flowers. En okkur langaði svona að hafa eitthvað táknrænt handa ykkur í dag og með þessum blómvendi. Not just to let this moment go by unnoticed. Yes, you can share the flowers with Laila, of course. Og þú mátt deila blómvendin með Lailu. Yes. So again, I mean, Erik and Laila are as stronger and full of energy as 40 years ago. En þau hjónin ykkur Laila jafn sterk og öflug og full af orku eins og fyrir 40 árum síðan. And ready to go and take the mountains. Og tilbúin að ganga á fjöll. So we thank you for your continuing service in the church. Við þökkum ykkur fyrir áframhaldandi þjónustu í kirkjunni. They are both committed on daily basis. Sem að við vitum að þið eru daglega að sinna málefnum. So nothing ends now. This is just to note that little. Þetta engin endir, þetta bara svona eitthvað táknrænt. Thank you. Takk fyrir. But there is one more important thing today. We elected also, we have two elders this year, Erik and Lani. Það eru tveir
safnaðarformenn, And we haven't Lani og prayed. ég. To commit Lani into the service of the elder yet. Og við höfum ekki beðið fyrir Lani alveg sérstaklega að hún taki að sér þjónustuna. And together with you, we want to do that today. En í dag langar við að gera það. So can we invite you, Lani, here now? Lani, getum við boðið þér að koma hérna fram núna. You know, Lani is very overwhelmed by this all. Og að Lani finnst þetta að vera yfirþyrmandi. And she needs your encouragement that Og hún she's þarf á really, upparun ykkar að it's halda really okay. öllum. So thank you, Lani, for accepting this role of an elder and leader in the church. Þakka þér fyrir það, Lani, að taka að þér þetta leiðtoga hlutverk í kirkjunni. And actually committing yourself to Og this. að vera að helga þig í þessu, helga þig þessu starfi. And I mean, we have all noticed and seen and been blessed by Lani's service. Og við höfum öll notið þess og fundið fyrir blessun vegna þjónustu Laniar. And we just want to ask God to give her even more. Og við viljum biðja Guð að blessa hana og úthella sínum anda yfir hana. So we want to pray a prayer, and we'll just maybe go up there so that it will be visible from for those who are viewing it as well. Við ætlum að ganga hérna upp svo allir sjáu það sem við erum að gera. And we will kneel there. And can I ask you also to join us with prayer and just maybe standing? Og ég vil bjóða ykkur að taka þátt í bænin líka með því að standa. Thank you. Who are viewing us from outside. Our Father in heaven, Himneski Faðir, we are here today to ask your blessing on Lani. við erum hér í dag til þess að biðja þig úthella blessun þinni yfir Lani. And we thank you for her life and for the gifts that you have given to her. Við þökkum þér fyrir líf hennar og fyrir þá gjafir sem þú hefur gefið henni. And we thank you for all their family who is among us here. Og við þökkum þér fyrir fjölskyldu hennar sem er hér meðal okkar. And we thank you that you have given her your spiritual gifts. Og drottin, við þökkum þér fyrir það að þú hefur úthellt þínum náðargjöfum yfir hana. And we have also noticed that you have given her the gift of leadership. Og við hefur líka tekið eftir því að þú hefur gefið henni gjöf leiðtogans. And the gift of spiritual discernment. Og að greina, andlega greiningu. And we want to ask your blessing on her serving as an elder in this church. Og við biðjum þig að úthella blessun þinni yfir þjónustu hennar hér í kirkjunni. Continue filling her with your spirit. Að uppfylla og úthella yfir hana þínum heilaga anda á sérstakann hátt. That she may continuously receive from you. Þannig hún mæti stöðulega meðtaka frá þér. That she may be blessed to be a blessing. Og hún mætti verða blessuð og að vera til blessunar. And we want to ask that in Jesus' name. Og þess biðjum við drottin í Jesú blessaða nafni. Amen. Amen. God bless you. And you can say your encouraging words to Lani later. Og þið getið notað þess að koma með uppörvandi orð fyrir Lani hér á eftir. So that she may really feel your support in this. Hann mætti finna fyrir uppörvun ykkar og stuðning ykkar í kirkjunni. We gather in this church. Við komum hér saman í kirkjunni. Where believers have gathered for many generations already. Sem fólk hefur komið saman hér í gegnum marga ættliði. So this year we celebrate 100 years of this building. Og núna þá haldum við upp á 100 ára afmæli kirkjunar hér. So we are going to repeat this many times during this year. Við munum halda áfram að endurtaka þessa hluti hér með þetta afmæli
aftur og aftur í gegnum árið. Yet every new generation has to rediscover En hver kynnslóð þarf að endur uppgötva what it means to follow Jesus. hvað það þýðir í raun að fylgja Jesú Kristi. And not in theory, Ekki bara svona fræðilega, but in real life. heldur raunverulega í lífinu. And once I started asking myself a simple question. Og einu sinni þá lagði ég bara einfalda spurningu fyrir mig sjálfan. What is most important in being a disciple of Jesus? Hvað það mikilvægasta við að vera fylgjandi Jesú? And according to Jesus himself. Og samkvæmt Jesú sjálfum. And so I went back to the Gospels with two questions. Svo ég fór tilbaka í Guðspjöllin með tvær spurningar. So what did Jesus focus on most in forming his disciples? Hvað var það sem Jesús lagði mesta áherslu á í að móta lærisveina sína? And the second question, Og númer 2, what did the disciples struggle with the most? og hvað var það sem lærisveinarnir áttu erfiðast með? So if we find these two things, Ef við finnum þetta tvennt, it may be something that is as important for us. og þá getur verið að þarna væri eitthvað sem væri mjög mikilvægt fyrir okkur sjálf. Maybe you will have different results when you read the Gospels, Kannski mynd þú sjá eitthvað öðruvísi þegar þú lest Guðspjöllin, but I kind of noticed three very important themes. en ég einblíndi á 3 atriði. So Jesus wanted them to grow in faith. Jesús vildi að þeir myndu vaksa í trú, Second, in emotional maturity. og nummer 2 að væri svona tilfinningarlegu þroski, And the third, in willingness to take up their cross. og í þriðja lagi það að vera viljugur að taka upp krossin. So let's walk through some of these stories just to see these moments. Förum í gegnum nokkra af þessum sögum bara til þess að sjá þessi atriði. So the first one is faith. Númer 1 trúin, To struggle to trust when the fear is loud. að treysta þegar erfiðleikarnir bjáta á. There are more stories, of course, but there is one of those in the storm at sea. Það margar sögur þetta, en kannski sérstaklega hérna þegar lærisveinarnir út á vatninu. So it's in Mark chapter 4, this story. Og það Markusar Guðspjall og það 4. kaflinn. So evening has come, it is dark, Og það kvöld komið og það myrkt. and those who have been there to closer to equator, you know, when it goes dark, it goes dark. Og þið vitið að þeir nálgust miðbauginn, að þá að þegar dimman kemur, þá kemur hún snögglega. Not like here in north when it's just lingering between light and dark very long time. Ekki bara eins og hérna í norðrinu þegar þetta tekur óra tíma fyrir sólina að setjast. And wind rises, Sorry. wind rises, Og það vindurinn byrjar að blása and waves slap over the side of the boat, og bylgjurnar þá ganga yfir bátinn and the disciples do their frantic math. og lærisveinarnir sjá þetta ógnvekjandi. Water in, hope out. Það vatn að koma inn og vonin að hverfa. And Jesus is deep asleep. Og Jesús hann bara í djúpum fasta svefni. And then they ask the question that we maybe often ask in our lives. Og þá spyrjum við spurningar sem við oft kannski spyrjum í okkar lífi. Jesus, do you care? Jesú, þér sama? Stendur þér á sama? And Jesus stands up, Og Jesús stendur upp speaks to the chaos, og talar til náttúrunar. and everything becomes perfectly calm. Og allt verður fullkomlega kyrrt. Why are you afraid? Asks Jesus. Og hann spyr, af hverju þeir óttaslegnir? And this is not an accusation, Og þetta ekki árás eða ákæra. it's an x-ray. Heldur þetta bara greining. Next story. Næsta saga. These bread worries that disciples had, that there is no bread. Og þá það að það vantar mat, það vantar brauð. And it's Matthew 16 is the story. 16. kafli Matteusar.
And the disciples have forgotten to take bread with them. Og lærisveinar hafa glemt að taka með sér brauð. And their mind is fixated on the shortage. Og þeir eru að skoða og einblína á það að það er skortur, það vantar. And this is after Jesus had fed 4,000 men. Og þeir eru eftir að Jesus hafði fætt þarna 4.000 manns, menn. And they had leftovers. Og það var afgangur jafnvel. And Jesus asked them when they are worried, Og Jesus spyrir þá lærisveinana þegar þeir eru óttaslegnir, áhyggjufullir. do you still not understand? Skiljið þið enn ekki? And faith is about not forgetting. Og trúin snýst það að gleyma ekki. Then third story, Þriðja sagan, it is Mark 11 verse 22. og það er 11. kapli Markusar Guðspjall 22. And Jesus answered and said to them, have faith in God. Og Jesus svaraði þeim, trúið á Guð. Truly I say to you, whoever says to this mountain, be taken up and thrown into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that what he says is going to happen, it will be granted to him. Sannlega segi ég yður, hver sem segir við fjall þetta, lyft þér upp og steyp þér í hafið, og efar ekki í hjarta sínu, heldur trúir að svo fari sem hann mælir, honum mun verða að því. And Jesus says that whatever you will ask will be granted to Og you Jesus segir, hvað sem þið biðjið það mun verða. if you have tiny faith. Ef þú hefur bara örlitla trú. And we know this story when the Roman centurion came to Jesus and said, just say a word and my servant will be healed. Og þið munið eftir 100-sáringjan sem kom til Jesus og sagði, segðu bara eitt orð og það mun verða, eins og þú segir. And Jesus admired his faith. Og Jesus hugsaði og hann dáðist að trú hans. So we have these repeating and repeating stories where Jesus wants them to grow in faith. Og við sjáum hér sögu eftir sögu þar sem Jesus vill að þeir vaxi í trú. That they would believe, Að þeir trúi they would trust. og treysti. So if you think about your faith, Ef þú hugsar þína trú, if you just name a place where you know that you are lacking faith in your life, og bara skoða það augnablik þegar það skortir trú í þínu lífi. and you can name that to God now, Og þið getur nefnt það og bent á það fyrir Guði hér og nú. you can say, God, give me faith in this matter. Og bara segja, Guð, gef mér trú varðandi þetta atriði. Or when you are not sure whether God can provide today or tomorrow, Og þegar þú ert ekki öruggur að vissum eða örugg að Jesus geti veitt eða framkvæmt akkurat það sem þarf á hér og nú, just remember what he did yesterday. þá bara minnstu þess hvað hann gerði í gær. The second important goal of Jesus Og það er annað mikilvæga atriði varðandi lærisveinana sem Jesú, it seems to be their emotional maturity að það er tilfinningalegu þroski þeirra. and the struggle to love people who are still growing. Og að það er svo barátt að elska þá sem eru ennþá að vaksa Like og us, ekki fullþroska, like we are still growing. eins og við sem erum ennþá í ferlinu að vaksa. And it's a repeating motive in the Gospels. Og þetta virðist vera merkilegt atriði í Guðspjöllunum. So the table that Jesus shared with his disciples in the last evening before cross, Og það er borðið sem Jesus deildi með lærisveinum sínum þarna seinasta fimmtudagskvöldið. Jesus is among his disciples. Jesus þarna á meðal lærisveina sinna He's aware of the betrayal coming. og hann gerir sér grein fyrir því að svik munu eiga sér stað.
He's aware of their denial. Hann gerir sig grein fyrir höfnun og svikonum He's aware of their desertion, that they are leaving him. og við gerum sig grein fyrir því að þeir eru í þann veginn að fara að yfirgefa hann. And in John chapter 13, it says he loved them until the end. Og í Jóhannes 13, hann elskaði þá allt til enda. He loved Judas. Hann elskaði Júdas, He loved Peter. Pétur He loved all the other ones who ran away. og alla hina sem líka hurfu á braut. And he's there, sitting among them Hann situr þarna á meðal þeirra and giving them a command. og hann kemur með þarna yfirlýsingu. Love one another just as I have loved you. Elskið hver annan alveg eins og ég hefi elskað yður. He doesn't give them a lower bar, Hann ekkert að gefa þeim neitt lærra svið eða möguleika. but just as I have loved you. Alveg þetta eins og ég hefi elskað yður. So this is the measure of emotional maturity. Og þetta hérna stærðargráða þessara tilfinningalega þroska. And the disciples had difficulties between them. Or among them. Lærisveinarnir áttu í erfiðleikum meðal þeirra sín sjálfs. And they were not ready to wash each other's feet. Þeir voru ekki til í að þvo fætur hvers annars. Would they have been ready to love someone who betrayed them? Og myndu þeir vera til í að elska einhvern sem hefur svikið þá. So Luke 17 is another scene. Lukas 17. kapli, það annar mynd. And this is where Jesus is teaching the same maturity. Og hér Jesus að kenna og fræða þroska. And verses 3 and 4. 3. og 4. versið. He says, be on your guard. If your brother sins, rebuke him, and if he repents, forgive him. Hafi gát á sjálfum yður. Ef bróðir þinn syndgar, þá ávít hann. Og ef hann iðrast, þá fyrirgef honum. And if he sins against you 7 times a day and returns to you 7 times saying, I repent, you shall forgive him. Og þótt hann misgjöri við þig 7 sinnum á dag og snúi 7 sinnum aftur til þín og segi, ég iðrast, þá skalt þú fyrirgefa honum. So Jesus gets very practical here in this moment. Þetta hérna verður voðalega svona áþreifanlegt og praktist. So he teaches that love does 2 things at the same time. Hann kennir að kærleikurinn gerir eitthvað tvennt í einu. He says that it tells truth when a brother sins. Hann kemur fram með sannleikan, hver sannleikurinn ef að bróðurinn syndgar. And forgives when a brother repents. Og hann fyrirgefur ef að bróðurinn iðrast. So no soft avoidance. Svo það ekkert sem þarf að svona hliðra til eða komast undan. Nei, það er einlægni. And no hard punishment. Og það engin hörð refsing. Courage and mercy. Það hugrekki og miskunn. So good and healthy relationships. Og góð samskipti og heilsusamleg og heilsusamleg samskipti. Brotherhood, friendship. Og bræðralag og vinátta. Marriage. Hjónaband. They are not meant to fall apart with misunderstandings. Það snýst ekki það og það eiga ekki bara að brotna og hrynja vegna misskilnings. So Jesus says that love takes courage. En Jesus segir að kærleikurinn hann þarfnast hugrekkis. Sometimes we must say. Og stundum verðum að segja. So dear brother. Kæri vinur. Dear sister. Eða systur eða bróðir. My friend. Eiginmaður. My love. Kærleikur minn. What you are doing, it hurts me. Það sem þú ert að gera, elskan,
það særir mig, It hurts you. að það særir þig, It hurts us. að það særir okkur. And in this story in Matthew 18, when Peter comes to Jesus, Og í þessari sögu í Mattheus 18, And þar sem Pétur kemur til Jesú, and when Peter is doing math there and asking how many times, og þar sem Pétur að gera þarna smá stærðfræði, hve oft spyr hann, and when Jesus tells him that no, basically endlessly, og í raun Jesú að segja, það ekki bara að telja eitthvað, þetta á að vera endalaust, óendalegt. so Jesus is stretching forgiveness, just beyond any bookkeeping. Og svo að Jesús hann svona að ná þessa fyrirgefningu langt umfram alla tölulega staðreyndir. Grace is not being naive. Náð ekki eitthvað sem hægt að bara meta og það telja saman. I'll just say a sentence now that which says that grace is practiced refusal to use the past against each other. Og It's a bit complicated. The grace is practiced refusal to use the past against each other. Og náðin bara eitthvað sem neitar að nota fortíðina gegn þér. And the last scene about emotional maturity. Og það síðasta hérna tilfinningalega þroska. And it's Matthew 5:44 and 46. Það þetta Mattheus 5, 44, 46. When Jesus says that, I say to you, love your enemies and pray for those who persecute you. Og þá segir hérna, elskið óvini yðar og biðjið fyrir þeim sem ofsækja yður. And verse 46, for if you love those who love you, what reward do you have? Even the tax collectors, do they not do the same? Þóttir elskið þá sem yður elska, hvað laun eigið þér fyrir það? Gjöra ekki tollheimtu með hið sama. So Jesus is basically giving them, saying that that's where actually, when you say you love, that's where it is proven and tested. Og það málið að þegar þú segir að þú elskar, þá staðfesturu raunverulega hvað þú ætti að reyna að gera. Then it comes apparent whether there is actually love or not. Og þá birtist það í raun hvort að kærleikurinn raunverulegur eða ekki. So, as a conclusion of this emotional maturity, Niðurstaða þessar tilfinningalega þroska. so Jesus tried to teach them, Jesus reyna að kenna þeim, stay at the table with people who are still growing. Vertu áfram við borðið með þeim sem eru tilfinningalega að vaksa. Be ready to guard the relationships. Og vertu áfram í því að reyna að vernda þessi tengsl sem ykkar á meðal ykkar. And release the right to revenge. Og stoppið þá þann rétt sem þið finnið að þið hafi til þess að hefna ykkar. Just a little micro practice. Og hér bara eitt smáatriði. Think of any conversations that you know that you are avoiding. Hugsið einhverja samtal sem þið eru að reyna að komast undan að eiga í samtali við. Not those conversations where you would like to tell somebody off. Ekki bara einhver samtala sem þið viljið skamma einhvern. But those conversations where you actually do something to rebuild or protect the relationship. Heldur frekar samtal þar sem þú vinnur í því að endurbyggja samfélagið. And pray for the right timing to have it. Og biddu fyrir réttu tímabili eða tímasetningu að hafa þetta samtal. And ask for clarity without resentment. Og reynda að hafa skýran huga og biddu fyrir skýrum huga.
til þess að glíma við þetta mál. And the third one Og þriðja atriði that kind of stood up for me sem kom í mínum huga sem eitthvað mikilvægt was the willingness to take up the cross. og það viljuleikin að taka krossin. Jesus experienced sorrow and loss. Jesus leið og upplifði sorg og söknuð. He came to give his life for the world. Hann kom til þess að gefa líf sitt fyrir heiminn. And he also tried to prepare his disciples for the same thing. Og hann reyndi að undirbúa lærisveina sína fyrir sama hlut. And human nature strives for comfort, success, improvement. En bara mannlegt eðli leitast eftir bara öryggi og þægindum og árangri. And we expect all these go up. Og við væntum þess að þetta vaxi bara og gangi vel og sigrist. Like when we are house owners, we expect the price of the house go up. Eins og þegar við eigum fasteign, þá bara búist við því að verðgildi fasteignarinnar vaxi. We want the things getting better. Við viljum bara fá einhver vöxt og eitthvað það bætist alltaf. And Jesus prepared his disciples to understand what better means. Og Jesus reyndi að undirbúa lærisveina sína til að skilja hvað betrumbót þýðir í raun. So he repeatedly told them that he's going to Jerusalem. Og hann hélt áfram að segja þeim það að hann væri á leiðinni til Jerúsalem. And he will suffer. Og hann muni þjást. He will be beaten and killed. Hann myndi vera barinn og deyddur. And be raised up on the third day. Og svo myndi hann rísa á þriðja degi aftur. And in Matthew 16:22. Og í Mattheus 16:22 stendur. Peter is kind of representing the human thinking. Og hér þetta Pétur vitni bara mannlegrar hugsunar. Says, God forbid it, Lord, this shall never happen to you. Og hann segir, it is verse 22, it's in the middle. God forbid it, Lord, this shall never happen to you. Og hann segir, Guð náði þig, Herra, þetta má aldrei fyrir þig koma. And Jesus told him, you're thinking like a man. Og Jesus segir, þú ert að hugsa mannlega hugsun. And verse 24, then Jesus said to his disciples, if anyone wants to come after me, he must deny himself, take up his cross and follow me. Og 24. versið, þá mælti Jesus við lærisveina sína, hver sem vill fylgja mér, afneiti sjálfum sér, taki krossinn og fylgi mér. For whoever wants to save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will find it. Og því og svo 25. No. Því að hver sem vill bjarga lífi sínu mun týna því og hver sem týnir lífi sínu mín vegna hann mun finna það. And we know that Jesus as a human being, he did not want to suffer and lose. Við veitum að sem mannleg vera þá vildi Jesus ekki þjást og líða. And then when he was in the garden of Gethsemane, þegar hann var í Getsemane garðinum, he prayed, Abba Father. Og þá það hann biður Abba Fadir. All things are possible for you. Allt þér mögulegt. Remove this cup from me. Tak þennan bikar frá mér. Yet not what I will, but what you will. En þó ekki það sem ég vil, heldur það sem þú vilt. So surrendering to God is not like a passive thing. Og það it's not like just letting things go. Að það ekki bara óvirkur hlutur það að taka við bón Jesu. So surrendering to God is an active struggle in our lives. Heldur það að taka við þessu kalli Jesu, það virkur þáttakandi í lífinu okkar. So Jesus is teaching us to lay down our own script for our lives. Og það sem Jesus að biðja okkur að við þetta prógram sem við höfum fyrir okkar eigin líf, að við höfnum því. So that he could write our life story. Þannig að hann geti ritað lífssögu okkar.
And he's teaching us that when the loss arrives, we Oh. wouldn't ask, why me? Og þegar svo að vandræðin koma yfir okkur að þá spyrjum við ekki af hverju ég? But we could ask, how can we be faithful in this situation? Að þá það að við getum sagt heldur Drottin, hvernig get ég verið trúfastur í þessum kringustæðum? And he's teaching us to follow him in those places where following him will cost us something. Og hann að biðja okkur og kalla okkur til þess að vera trúfast í þín kringustæðum þar sem það að fylgja honum kostar eitthvað. Something that we wanted. Eitthvað sem erfitt. So just for a micro practice. Og svo bara fyrir hérna lítið atriði, smá atriði. So you can name a goal in your life that you really hold on to. Að þú getur kannski ímyndað þér eitthvað takmark í lífinu sem þú hefur sem þið virkilega langar til þess að verði raunveruleiki. You can pray, Father, may your will be done. Og þá frekar biðja Drottin, megi vilji þinn verða. So success according to Jesus. Svo að árangur í samkvæmt Jesú is becoming the person that he calls you to be. Að það að verða sú persóna sem hann þráir að þú verðir. And remember John the Baptist. Og munið eftir Jóhannesi skírara. He had a very short life. Það var stutt hans líf. Even shorter ministry. Og mjög stutt þjónusta hans. Yet Jesus said that he is the greatest among men. En þó segir Jesus, hann hinn mesti á meðal spámannanna. So I found these three things to be important for Jesus. Svo mér finnst þessi vera þrjú atriði, ég fann að þessi þrjú atriði eru mikilvægum í augum Jesú. Having faith. Að hafa trú. Growing in emotional maturity. Að vaksa í tilfinningalegum þroska. And having willingness to take up one's cross. Og vera viljug að taka upp krossin. May God give you and me mætti Drottin Jesus gefa þér og mér a memory that refuses to forget his faithfulness. Að minni sem hafnar því að gleyma trúfesti hans. And his mighty ability. Og stórkostlega getu hans. A love strong enough to tell the truth and forgive. Og kærleika sem sterk, nógu sterk til þess að trúa og til þess að fyrirgefa. And a surrendered will to go after Jesus. Og það að við gefum vilja okkar algjörlega á bátinn til þess að fylgja honum. Through storms. Gegnum storma lífsins. Through conflict. Átök. Through loss. Og skort og missi. Until that day. Þangað til sá dagur rennur upp. When we meet Jesus face to face. Þegar við horfumst í augu við Jesú andlit til auglitis. And all of this is over. Og allt þetta liðið og búið að vera. Amen. Amen. Thank you, Pastor, for that wonderful message. Takk fyrir þennan frábæra boðskap, Ívan. I hope we were all able to take that in, and I hope it will be useful to us. Veit að þetta verður uppörfun fyrir okkur og til hjálpar. Let's try to use it in our daily lives. Mætti það verða bara hluti af okkar játningu og okkar lífi. Practicing in small doses. Að taka þátt á smáan hátt. I would just like to thank you for coming to worship with us here. Takk ykkur fyrir öll sem hér eru í dag og hafa tekið þátt í guðsþjónustunni með okkur. I'd also like to thank everyone who has served today. Allum þeim sem hafa þjónað hér í dag, hjartans takkir. From our pastor, our elders. Prestar og prestur og safnaðarformenn. Those who sang for us. Og söngurinn, takk innilega fyrir að syngja og undirlegginn. And all of you as well.
og allt þið sem hér hafa verið í dag. Hjartans þakkir. As we go into the week, may we continue to turn our eyes upon Jesus. Mættum við halda áfram að beina sjónum okkar til Jésu gegnum vikuna. And may his peace be with you. Drottinn, og, May his peace be with you. og mætti friður hans vera með okkur. Okay, so we also will finalize with our closing hymn, Turn Your Eyes Upon Jesus. Það loka sálmurinn sem við syngjum þá. Turn your eyes upon Jesus. It's number 334. Hann með 334. Let's all stand up, please. That went a bit differently. I was there, but that's what happens in life. But let us pray. Dear Lord, we thank you for your grace and mercy. And we thank you that you want us to have strength to go through this life with you and grow in our lives. Drottinn, við þakkum þér fyrir allt sem þú gefur okkur og þakka þér fyrir að þú vilt hjálpa okkur að ganga og vaksa í gegnum líf okkar. And we pray that please show us the way step by step. Og Drottinn, við biðjum þig að sýna okkur veginn skref fyrir skref. That we may experience life in its fullest with Að við you. mættum skilja og upplifa líf í fullnustu í þér og með þér. And we pray for your blessing. Við biðjum fyrir blessun þinni. En Drottinn blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti sína ásjón lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplýsti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Amen. Also, just to mention, we have some soup and food in the room behind this door here. For those of you who want to join us for lunch. Við nefndum það ekki en öllum með hjartanlega velkomið að koma inn og vera með okkur hér í safnaðarheimilinu og borða á eftir.